Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Látum oss biðja. Almáttugri eilífi Guð, vér fögnum yfir þeim sem hafa lifað í trúmennsku og dáið í friði. Vér þökkum þér allar góðar minningar og lifandi vonir er með oss vaka. Vér þökkum þér fyrir hina dánu er vér í kærleika minnumst og fyrir það að þú í heilagri trú hefur gjört himininn að heimili hjartna vorra. Gefað vér megum fylgja eftir þeim sem nú erfa fyrirheitin í nafni Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Amen. Í 90. sálmi Davíðs segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur, þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn, já, eins og næturvaka.
Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Páll postuli ritar á þessa leið í bréfinu til Rómverjana. Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn af oss deyr sjálfum sér. Ef vér lifum, lifum vér Drottni, og ef vér deyjum, deyjum vér Drottni. Hvort sem vér þess vegna lifum eða deyjum, þá erum vér Drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Amen. Amen.
Heyrum heilagt Guðspjall er svo hljóðar í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir og steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar Guðspjallsins heilaga orð og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Heyrum orð Síraks Barúkssonar. Dauði hve þungt er að hugsa þig, þeim sem lifir í sínum reit í ró, þeim sem unir í friði við alls nægtir og hefur enn nógan þrótt til að njóta lífsins. Ó dauði, hve kært er kall þitt þeim sem á bágt og brestur þrótt, þeim sem stirður er fótur og fellur, þeim sem örvæntir og finnst fokið í skjóli. Hræðst eigi dauðan, örlög þín.
Mundu að þar eiga með þér hlut aldir og óbornir. Guð hefur búið þau örlög öllu holdi. Og hvernig ættir þú að rísa gegn ákvörðun hins hæsta? Amen. Það er þreföld hvatning í þessari fornu speki. Þrennt sem hverjum manni er hollt að staldra við og hugleiða. Í fyrsta lagi að fagna lífinu og njóta þess. Minnug þess að það tekur enda. Í öðru lagi að fagna hvíldinni þegar hún kemur. Þegar svo er komið að þrekið, þverr og nautn dagana en orðin að byrði. Og í þriðja lagi að fela þetta allt Guðs forsjá, Guðs miskunn. Það er fyrir hana að við erum hér hvert og eitt, að oss var gefið líf og hamingja og þau örlög sem enn bíða vor, með því sem reynt hefur verið. Það er fyrir Guðs miskunn sem við eigum það að þakka sem hér er þakkað og megum þess vænta sem hér er vænst fyrir þann sama kærleiksvott sem veldur því að við finnum til lífsins frammi fyrir endalokunum, endalokum sem hafa kallað oss hingað hvert og eitt, endalok sem þó eru ekki annað en eins og áning í framrás kynslóða sem allar fara þennan veg. Og þar eru vér í för. Þar til malurinn minn verður lagður í vörðuna mína við veginn hver sem ég er. Enginn hér ákvað þessa vegferð, enginn ræður förinni. Hún er öll til orðin fyrir Guðs miskunn og fyrirheitin eins og áfangastaðirnir eru í hans hendi. Það er ekkert sjálfgefið í þessari vegferð. Hvorki happ, né hrösun eða slysinn. Allt kemur þetta fyrir. Það sem við sjáum og skynjum er á voru valdi og rænuleysið líka sem sumir velja sér. Raddir hefja sig upp úr vegferðinni, sumar æva fornar eins og rödd Síraks Barúkssonar sem virðir fyrir sér og lýsir því sem hann sér af miklu æðruleysi. Það eru aðrar raddir. Þar á meðal rödd Ólínu Andrésdóttur. Í rauninni kallar hún eftir meiri nautn af Guðs miskunn því hún hefur séð að birtan á vegferðinni er ekki sjálfgefin. Skín Guðdóms sól á hugarhimni mínum sem hjúpar allt í kærleiksgeislum þínum. Þú drottin Jesú, lífsins ljósið bjarta. Ó, lýs þú mínu trúarveika hjarta. Sorg og tregi eru eins og gleðin og þökkin, svar við Guðs miskunn. Því þeir einir missa sem átt hafa og þar eru þakkarefnin. Þegar við hér og nú þökkum fyrir ævi og arfleifð Guðríðar Jónsdóttur, þá felum við Guð í góðu minningarnar og biðjum hann að blessa þær. Og biðjum hann að snúa treganum í huggun hjá yður sem syrgið hann. En sjálf hvíl hún í friði þeirri sömu Guðs miskunn falin,
Þeirri sömu Guðs miskunn sem kveikti hana til lífs og veru og varðveitt hefur hana á vegferðinni. Guðríður Jónsdóttir fæddist í Þingnesi í Bæjarsveit þann 30. desember árið 1927. Hún var yngst 3 alsystra, dætra hjónanna Jóns Hjálmssonar bónda í Þingnesi og húsfreyju hans, Magnfríðar Himinbjargar Magnúsdóttur. Eldri voru Elisabeth, fædd 1926, og Guðrún, fædd 1925, sem báðar létust á síðasta ári, 2022. Sammæður af þeim systrum var Ketill Jóhannesson, fæddur 1923, dáinn 2001, og yngstu systkinin, þau Jóhanna Guðný Guðnadóttir, sem nú ein þeirra á lífi, fædd 1932, og Jón Magnús Guðnason, fæddur 1936, dáinn 2018. Guðríður óx úr grasi í Þingnesi og síðar á Árbakka, en Guðni og Magnfríður stofnuðu nýbýli úr Þingneslandi árið 1931. Hún fór í vistir á sveitabæjum þegar hún fór að vinna fyrir sér. Hún var vetrartíma á Hvítárvöllum og Svarfhóli í Stafholtstungum, svo eitthvað sé nefnt. Hún gekk í húsmæðraskólann á Varmalandi fyrsta veturinn sem hann starfaði, árið 1946 til 1947 og aftur 1948 til 1949 með Betu systur sinni. Þetta leyti kynntist hún eiginmanni sínum, Jónasi Þórólfssyni. Hann var frá Brekkunesi í Borgarhreppi, þar sem hann ólst upp, og líka á Litlu Brekku, en stundaði vörubílaakstur það leyti sem þau kynntust. Þau hófu sambúð sína í Borgarnesi á árinu 1950, en þau giftu sig þann 27. desember það ár. Guðríður var heimavinnandi lengst af, en Jónas starfaði við iðngrein sína sem bifvélavirki. Árið 1976 fluttu þau að Lynghaga við vegamót. Jónas starfaði hjá Vegagerðinni en Guðríður á vegamótum, en hún hafði einnig unnið úti í Borgarnesi, þar áður, hjá Vírneti og við ostagerð úti í Eyju hjá Mjólkursamlaginu og ræstingu hjá grunnskólanum, svo eitthvað sé til talið. Elstur barna Guðríðar og Jónasar er Jón, fæddur 5. mars 1951. Synir hans eru Vilhelm og Kári og eru barnabörn Jóns 7 talsins. Ingibjörg er næstelst, gift Hauki Júlíussyni, fædd 28. desember árið 1952. Þeirra börn eru Pétur Már, Eva Guðríður, Davíð Rósenkrans, Jóhanna Heiminbjörg, Reynir og Jónas. Þar eru barnabörnin einnig 7 talsins og barnabörnin 6. Anna er 3. elst barna Guðríðar og Jónasar, fædd 27. júlí árið 1955. Hennar maður er Vilhjálmur Pétursson og börn þeirra Jónas Þór, Pétur, Helga og Gunnhildur. Barnabörn Önnu og Vilhjálms eru 15 og barnabörnin 2. Bryndís er næst yngst, fædd 12. september árið 1962. Hennar maður er Svavar Þórðarsson og eiga þau Helga Axel, Þórð, Ingvar, Jónínu og Unni. Þau eiga 13 barnabörn. Þórdís Jónasdóttir er yngst systkinanna, fædd 25. september árið 1963. Dætur hennar eru Dagmar og Diljá Sif. Barnabörn Þórdísar eru 2. Guðríður missti Jónas bónda sinn 2. október 1992, en hún átti áfram heima í Lynghaga í Miklaholtshreppi næstu 8 árin og flutti þá aftur í Borgarnes aldamót árið 2000. Þegar þau fluttu vestur í Miklaholtshrepp á 8. áratugnum
var þeim þar afar vel tekið og þau gengu inn í samfélagi þar vestra öldungi snökralaust. Má segja að þau hafi þar með nokkrum hætti synt á móti straumi, því fólk flutti það leyti margt í bæina úr dreifbýli. Ég hygg að þau hafi verið sjálfum sér nóg og sínum, hvar sem þau voru. Guðríður var hrein og bein, góðgjörn og veitul á sig og sitt. Komdu sæll og blessaður og vertu velkomin. Þannig heilsaði hún ungum manni fyrst þegar dóttir kom með hann heim í fyrsta skipti, verðandi tengdasyni. Komdu sæll og blessaður og vertu velkomin. Jafn fyrirvaralaust tók hún verkefnum sínum. Hún hafði tekið bílpróf árið 1973, ók aldrei sjálf á þeim árum, en hélt ökuréttindunum við. Þegar hann svo mesti manninn, þá keypti Jón sonur hennar bíl handa henni á Akureyri, ók honum að Hvammstanga, þar sem Guðríður var hjá dóttur sinni. Þar tók hún við bílnum og ók suður og síðan allra sinna ferða. Hún var hannyrðakona, saumaði á sig og dæturnar glæsikjóla sem hún tók upp sjálf þar sem hún sá hentug snið á flík, prjónaði bæði á vél og í höndunum, svo sem eins og 50 lopapeysur á ári, allt til hins síðasta. Þó hún væri hin mesta liðsemdarkona, bæði skyldum og vandalausum, þá gaf hún sig ekki að félagsstörfum. Þó hún væri félagsvera, heldur kom hún til liðs þar sem þurfti og taldi aldrei eftir sér í þeim efnum. Ég hygg að hún hafi búið að mikilli verkgleði. Þegar Magnfríður móðirinnar tók aftur upp búskap á Árbakka eftir nokkurt hlé 1950, þá lagði hún lið þar heima, ófrísk að fyrsta barni þeirra Jónasar. Hún var farin út að slá með hestasláttuvél fyrir allar aldir og undi sér hið besta í ljánni, þótt fáir væru og einhver kominn á ferli. Hún naut allra útiverka í sveitinni og gerði sér yfirleitt allt það vandræðalaust sem hún gekk að, hvort heldur það var í eigin þágu eða annara. Hvar sem hún var, naut hún góðs nágrennis og lét sér líða vel þar sem hún var. Í Brákarhlíð leið henni afar vel og hún hrósaði vistinni þar. Einkum hrósaði hún samvistum þeirra systra þar síðasta skeiðið. Starfsfólki þar þökkuð öll þjónusta við þær systur, en þar andaðist hún þann 3. apríl síðastliðinn. Ólína Andrésdóttir lýsir Guðs miskunn í ljóðinu sem áður var vitnað til, meðal annars á þessa leið. Þú ert það lyf sem lífsins græðir sárin, svo ljúfa mund sem harma þerrar tárin. Minn hugar styrkur hjartans megin máttur og minnar sálar hreini andardráttur. Þú vegur eins hinn vesæla og smáa og virðir jaft þeim auðuga og háa. Þú telur ei í tugum sljóra manna, þín tala er eitt á hjörtum þúsundana. Með þakklæti fyrir líf og arfleifð Guðríðar Jónsdóttur felum við hana Guðs miskunn. Hún hvíli í friði. En kveðjur flytja hér að athöfninni þeirra Þóru Kristjánsdóttur, Maríu Steingrímsdóttur og Jóhönnu systur hennar frá Ameríku
Hún biður fyrir kveðju og minnist yndislegrar manneskju, þar sem systir hennar var. Náð Drottins vors Jesú Krists og kærleikur Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Friður Drottins sé með yður öllum. Amen. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Frelsa oss Drottinn meðan vér vökum, varðveit þú oss vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefir heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjunum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Frelsa oss Drottinn meðan vér vökum, varðveit þú oss vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði.
Dýrð sé Guði föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður, og aldir alda. Amen. Frelsa oss Drottin meðan vér vökum, varðveit þú oss vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Látum oss biðja. Eilífi Guð, sem þekkir allt það sem hulið sem allt hefur gjört og vald hefur yfir lífi og dauða. Þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan. Hér skulu þakkir færðar fyrir allt. Fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtförina úr honum í von upprisunar. Vér blessum komu sonar þíns í heimvorn og barnaréttin sem vér eigum í honum, sem vitjað hefur vor og afrekað hefur oss lausn frá þjáningu. Meðtak þú Drottin í heilaga gæslu þína, sálu þessa barns þíns, Guðríðar Jónsdóttur, og veit henni hvíld í samfélagi þinna heilögu til upprisudagsins mikla sigurs. Hugga þá sem syrgja og gef þeim alla himneska náð og blessun hér og í komanda heimi. Því að þú ert miskunnsamur og gæskuríkur. Þér fórnum vér dýrð og vegsemd og tilbeiðslu hér og að eilífu. Amen. Biðjum svo öll hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
lifandi vona fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Amen. Hér við skiljumst, en hittast munum á feginsdegi fyrra. Drottinn minn gefst þú dauðum ró, en hinum líkt er líf. Amen. Blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.